Gott kvöld, árundi góðir og verið velkomin hingað á Vesturgötuna á Akranesi. Þið eruð að horfa á IA TV í samstarfi við Omnis á Akranesi og við erum að fara að fylgjast hérna með leik IA og FSU. Þetta eru tvö stigalausu liðin í fyrstu deildinni, hefur ekki gengið sem besti á þessum liðum og við kannski kíkjum hérna rétt sem snöggvast á fyrri leiki þessar liða á þessu tímabili þar sem að IA byrjaði á 3 og 4 mjög jöfnum leikjum þar sem að þeir leiddu lengst framan af leikjunum en töpuðu síðan á síðustu mínútunum. Byrjaði að tapa fyrir Fjölni 88-79, síðan á móti Hamri 72-76. Síðan tap í bikarnum gegn Hetti hérna á heimavelli 78-85 og svo Gnúpverjum á útivelli 83-80. Síðan fór heldur að sýrta í álinn hjá heimamönnum, okkur skagamönnum, þar sem við tókum á móti Skallagrimi 77-109 var 109-77 var þarna stórt tap hér á heimavelli í grannaslagnum. Síðan var annar vesturlandsslagur 3. nóvember í Stykkishólmi, þar töpuðu skagamenn stórt 79-116. Þetta er ekki rétt þarna, þetta er akkurat öfugt. En síðan síðasta föstudag kanalausir skagamenn því að Derek Sjás hafði meiðst á aftan læri slitið vöðva og töpuðu með 30 stigum hérna fyrir Breiðablik í 45-75 í nokkuð bragðdöfum leik. En nýr amerísku leikmaður er að fara að spila fyrir Skagan hér í kvöld, Marcus Dewberry, bakvörður. Og það verður fróðlegt og forvitnilegt að sjá hvernig hann reiðir af. Hann er bara búinn að ná 2 æfingum með liðinu en þið fylgist endurlega með því. Hjá FSU, það er svolítið önnur saga, það eru miklu meira og í nánast allir leikirnir nokkuð jafnir, engin stór töp. Þeir byrjuðu á móti Skallagrimi, töpuðu á heimavelli með 6 stigum 82-88, síðan á móti Snæfelli útivelli 110-103 í miklum stigaleik. 12. október tóku þeir á móti Blikum og töpuðu með 5 stigum 82-87. Síðan fóru þeir á Ísafjörð, þar kom þeirra stærsta tap 82-68. 27. október tóku þeir á móti Gnúpverjum og töpuðu 87-96. Síðan var það Fjölnir á Selfossi 75-79 og í miklum spennuleik fyrir viku síðan á móti Hamri í Hveragerði 87-83. Þannig að þessi lið hafa nú ýmsar hildir háðir hérna í gegnum tíðina en eitt sem við skulum skoða líka, ætlum að bera saman tölfræðina, uppsafna tölfræði á þessu tímabili í fyrstdeildinni hjá þessum 2 liðum. Hún er heldur FSU í hag. Skaginn hefur skorað meðaltali 72 stig, það töluvert mikið þessi 45 stiga leikur hjá þeim síðasta föstudag en 72 á móti 82,9 FSU. Þeir hafa verið nokkuð stabílir í kringum 80 stigin og yfir 80 stigunum en bæði lið er að fá á sig svona rétt 90 stig sem útskýrir þeirra gengi. Fráköstin eru örlítið fleiri hjá IA en ekki merkilegum munur enda mikið stóra menn í báðum liðum. Heldur safna FSU menn fleiri stóðsendingum og eins er skotnýtingið þeirra í öllum 3 þáttum betri, töluvert betri í 2 stiga nýtingunni, svipuð í 3 stiga þó og eflaust lægri heldur en þeir hafa oft séð með menn eins og Ara Gylfason í sínu liði sem getur hreinlega kveikt í netinu á góðu kvöldi og vítanýtingin sem svo sem við höfum nú séð hérna á IA TV í vetur að hún er arfaslök hjá Skagaliðinu 56,3% á móti tæpum 70% hjá FSU. En liðin eru svona að fara að gera sig klár, það eru rétt 11 mínútur í leik. Þetta verður forvitnilegt fyrir margar sakir, við kannski förum yfir byrjunarliðin hjá FSU. Nei, ekki byrjunarliðin, heldur leikmannahópana. Hér númer 4 er Hlynur Hreinsson hjá FSU, númer 5 Sveinn H. Gunnarsson, númer 7 Jón J. Þráinsson, númer 9 er Ari Gylfason, númer 10 er Florian Jovanov, númer 11 er Hilmir Æ. Ómarsson, númer 12 Svavari Stefansson, númer 13 Maciek Klimasjenski, númer 14 Jörundur S. Hjartarson og númer 15 Charles Jet Spielmann.
Þjálfari þeirra er Karl Á. Hannibalsson og honum til aðstoðar er Ívan Guerrero. Skagaliðið er þannig skipað í kvöld að númer 0 er Stefán Capresius, númer 2 Jón Frímannsson, númer 3 er nýliðinn Markus Dúberi, númer 7 Björn Steinar Brynjólfsson, númer 13 Ómar Örn Helgason, númer 14 er Jón Orri Kristjánsson fyrirliði, númer 17 Sigurður Rúnar Sigursson, númer 18 er annar nýliði í liðinu Helgi Hrafn Þorláksson, boðinn velkominn á Akranes, skipti yfir í IA rétt áður en að félagaskiptaglugganum lauk og mun væntanlega er hugsað að fylla skarð Áskels Jónssonar. Við fáum kannski nánari fregnir af því hvernig þetta bar til, því að hjá mér sest eftir augnablik Hannibal Hauksson sem er innsti koppur í búri hjá Körfuknattleiksfélagi IA. En númer 20 er síðan Ármann Örn Vilbergsson, númer 21 Jóhannes Valur Hafsteinsson og númer 23 Andri Jökulsson og númer 33 Pálmi Snær Lindsson og þjálfari Skagamanna er sem fyrir Jón Þór Þórðarsson og aðstoðarþjálfari Stefán Jóhann Hreinsson. Þá er Hannibal Hauksson sestur hérna hjá mér. Blessaður Hannibal. Blessaður sæll. Og hvað segir þú fyrir þennan leik? Stigalausu liðin? Ég ætla að vera bjartsýnn, ég er alltaf bjartsýnn. Ég ætla bara að halda því áfram. Já. Það eru nú tveir nýjir leikmenn í heimaliðinu. Passar. Og það verður spennandi að sjá, það eru ný bakvarða lína. Það er Derek Sjás og Áskell Jóns út og Helgi Hrafn og Markus kom í staðinn. Já. Þetta er svo mikið skipti sem við ákváðum, við bæði gerðust bara svona sjálfsér. Já, það er rétt. Annars er náttúrulega ákveður Áskell að skella sér í Borgarnes og Derek meiðist. Já. Og við dettum held ég í lukkupottin með að fá Markus Dúberi, eða Dew eins og við ætlum að kalla sig. Já. Hann lítur vel út og virkilega spennandi. Helgi er fæddur 82 held ég. Já. Og hefur svona verið að spila upp á síðkast, hefur hann verið að spila með, við munum eitthvað kannski Ármann og Augnablik á móti okkur. Akkurat. En sagan á baku Helga er svo að hans fyrstu meistaraflokksleikur var með Fylki þegar hann er held í 14 og 15 ára. Já. Á móti IA. Já. Í bikarkeppninni og spilaði hann á móti Sigur Elvari og þótti það erfitt. Já. En síðan við liðið nokkur ár og hann er mættur hérna í flottu formi og spennandi að sjá hverju hann bæti við fyrir okkur. Já, herðu Hannibal, ég er nú ekki einfaldur í róðinu hérna á Skaganum eins og veist og styttist í það að ég þurfa að kynna liðin til leiks. Já. Og ég ætla að stökkva á stað og láta dómarana vita að það sé kynning og svona eins. Okay. En þú hefur ofana fyrir fólkinu heim í stofu á meðan. Ég gera það. En það eru nákvæmlega núna 7 mínútur og 17 sekúndur í að leikurinn byrji. Og ég gef mér að Örn sé búinn að fara yfir liðin. En eins og árið kom fram þá eru bæði liðin stigalaus fyrir þennan leik. Nokkuð kannski óvænt, svona með það sem að menn byggust við fyrir tímabil. Kannski ekki að þetta eru einhver topplið en ekki að þau eru með 0 stig eftir 5 og 6 leiki, það er óvænt. Þannig að bæði lið eru komin hingað í kvöld pottið til þess að sækja sín fyrstu stig á þessu tímabili. Og við að sjálfsögðu vonum að það verði Skagamenn sem að ná í þau stig, en það eru við Skagamenn sem eru hérna með þetta IA TV. En eins og áður við komum fram þá er Derek Sjás farinn frá IA og í hans stað kom Markus Dúberi sem er nýútskrifaður úr bandaríska háskólanum og er að spila sinn fyrsta leik fyrir liðið. Hann kom bara á miðvikudaginn og eins og aðrir erlendir leikmenn sem komið til IA þá þurfti hann að taka sér aðeins meira hlutur hvernig bara spila körfubolta og fyrsti dagar hans var þannig að hann lendir hérna klukkan 6 og förum betri við það eftir. Ég ætla að byrja á að kynna ákomuliðið. Þeir eru númer 4 Víðir Hreinsson, númer 5 Sveinn H. Gunnarsson, númer 7 Jón Þráinsson, númer 9 Ari Gylfason, númer 10 Florian Jólafoss, númer 11 Hildur Ómarsson, númer 12 Svavari Stefánsson, númer 13 Maciek Kumasinski, númer 14 Jörgur S. Hjartarson og númer 15 Charles S. Spílmann.
Þjálfari FSU Karl Hannebaldsson og honum til aðstoðar Ívar Guerrero. Heimamanna, nummer 0 Stefán Abrasius. Nummer 2 Jón Grímarsson. Number 3, welcome to Akranes, Markus Guðberg. Nummer 7, Björn Steinar Brynjólfsson. Nummer 13, Ómar Örn Helgason. Nummer 14, Jón Orri Kristjánsson. Nummer 17, Sigurður Rúnar Sigurðsson. Nummer 18, bjóðum líka velkomin á Akranes, Helgi Rafn Þorláksson. Nummer 20, Ármann Örn Guðbergsson. Nummer 21, Jóhannes Valur Hafsteinsson. Nummer 23, Andri Jökulsson. Og nummer 33, Pálmi Skær Hringsson. Þjálfari Skagamanna sem fyrir Jón Þór Þórðarsson og aðstoðarþjálfari Stefán Jóhann Hreinsson. Áfram ÍA! Þar hefur við það. Þetta var leikmannakynningin hjá honum Erni Alstaðar. En svo ég klára að svara með Markus, þá lendir hann hérna klukkan 6 á miðvikudeginum og mættur hérna upp á Skaga upp á 10 og fer í skoða heimkynni sinn og svo fer hann í hádegismat og svo var hann mættur upp í íþróttahús að þjálfa yngri flokkana. Við vorum upp með æfingarleik í 8. flokki þennan dag, þannig að hann ákvað að taka hann bara að dæma hann einn og svo var hann mættur hérna 2 tíma æfingu kvöldið, þannig að það var styrka sólarhringur hjá hann á körfubolta á fyrsta degi hér. Já, ég heyrði þú varst að segja hérna komu söguna af Markus. Já. Já, þetta er allavega með við hann virðist vera bara tilbúin í öllu verkefni sem að hér í boði, það er góð sviti. Já, þetta er svolítið öðruvísi starf að vera körfuboltaþjálfari hjá. Já, þetta er ekkert bara svona straight forward mæta á æfingar og spila PlayStation. Nei, enda er mikið lagt upp úr því hér að hérna séu þetta góði karakterar ekki síður en góði leikmenn og frambærilegir. Akkurat, þetta eru svona, við þurfum að hafa félagsmenn sem að koma hingað. Algjörlega, og þá styttist nú í þetta 3 mínútur í leik. Það er ekki laust við að maður sé bara pínlítið spenntur. Já, ég tek undir það. Þetta er 4 stiga leikur. Það er bara þannig. Já, þetta er náttúrulega eflaust, já, ég veit ekki hvort að þetta hefur komið báðulegum jafn mikið og óvart þetta gengi í upphafi móts. Já, ég kom inn að hérna á hana meðan varstu í burtu að þetta er svona staða sem ég held ég að enginn hélt að þessi lið yrði í á þessum tímapunkti. Nei. Já, allavega sko eins og tímabili fór á stað, mér hefur nú verið mikið rætt það, þessi fyrstu leikir hjá IA voru í rauninni að mörguleiti jákvæðir, þeir voru yfir lengi vel í allavega fyrstu 3 leikjónum á móti Hetti í bikarnum þangað til að 2 mínútur voru eftir, á móti Hamri þar áður þangað til að 1 mínúta var eftir. Ég man ekki hvað var mikið eftir af Fjölnisleiknum þegar að Fjölnir komst loksins yfir, en það var, og þannig að þá hugsaði maður sko Gnúpverjar úti líka. Já, þegar þeir kæmust í form þá væri þetta, skiljuru, en svo síðan þá er náttúrulega búið að vera stór töp. Já, þetta er komin 3 í röð núna sem hafa verið svona óþægilega stór, en ég held að liðið eigi meira og það var náttúrulega síðasta leikur var svona pínu, svona, veit ég hvað að kalla það, þetta er svona eftir sjokkleikur. Já. Það sem að við skorum ekki nema 45 stig mann rétt sem er bara hálfleikstölu. Akkurat. En í þeim leik þá töpuðum við eiginlega engum fjórðungum stort nema 3. og töpuðum honum mjög stort. Já, einmitt. Já, enda sko manni fannst líka einmitt í þeim leik að Blikarnir voru svona ekki þannig séð að leggja sig 100% fram, þeir róteruðu mjög mikið, Kanin spilaði lítið. Ragnar spilaði ekkert eiginlega. Já, akkurat og hérna en við erum eins og sem með hérna, ég er með hérna upp á skjánum úrslitin í leikjónum sem að eru búin að spila hingað til og eins og ég segi, líka mjög áhugavert að FSU hefur ekki tapað neinu leik stórt. Nei. Sem að kannski þetta móti Vestra var svona, eða samt ekki stórt, þetta er rétt rúmlega 10 stig. Já, meðan að IA er með þarna 30 stiga töp, sko fleiri en 1 og fleiri en 2. Já, menn svo er þetta spurningin sko, hvort er betra að falla á prófunu með 4,5 eða með 2 sko. Akkurat. Oft sárara, mér finnst eða sárari taupin okkar í litlu taupin heldur en stóru taupin. Já, akkurat.
En þá þetta nú bara að detta í gang. Já. Hérna og býtum við skulum nú hafa þetta upp á skjánum, ekki? Við sjáum að byrjunliðin eru Jón Orri, Ómar Helgarsson, Björn Steinar, Ármann og Markus Dúberi. Yep. Beint í byrjunliði. hjá FSU það Hlynur og Florian og Ari Gylfa og síðan þeir Maciek og Charles Jett Spílmann. Ég hitti aðeins á Jón Orra hérna fyrir leik og svona hann benti mér á það að það er hérna sennilega eina liði sem að hefur fleiri stóra hvíta menn í liðinu heldur en í að eru FSU. Já. Það er gríðarlega hæði í þessu liði. Akkurat. Og en við erum auðvitað án Fannars Helgasonar í dag. Já. Hann er meiddur á hásinn og óvíst með framhaldi hjá honum með hvernig það verður en hann vill byrja aftur, hann hefur hugur í honum. Já, hér er Maciek að fara á Jón Orra, fade away jumper er við góð vörn hjá Jóni en frákast hjá Florian. En býtum við, fer Markus af stað, flegiferð og setur hann niður. Þetta er góð byrjun. Búinn að stimpla sig inn, stólinn bolti, hraðaflöf og auðveld 2 stig. Já, ég kíkti á æfingu gær til þess að svona forvitnast aðeins hann Markus og mönnum fannst hann minna sig töluvert á Sean Tate, hvað hraða var það? Sean Tate var náttúrulega sko eitt fljótasti maður sem ég hef séð live, ég hef ekki séð Usain Bolt eða Carl Lewis eða neitt svoleiðis. Ágætis hópur sem Tate settur í þannig. Já, en hérna gríðarlega snöggar hraðabreytingar, Björn Steinar skorar. Flott sending hjá Ómari. Já. En þetta er náttúrulega erfitt fyrir Markus náttúrulega að koma inn í lið. Ég veit að hann var að hitta Ármann og Björn í fyrsta skipti hér í dag. Já. Voru hvorugir á æfingunum á miðvikudag og fimmtudag en hérna kemur Charles upp í pull-up, tekur eigi frákast og aftur skilar í. Þessi strákur er með 24 stig með til leik og rúm 10 frákast þannig að flott sending hjá Markus hérna, fær hann aftur. Já, rasar, kemur hún með Ármann sem fer í þristinn. Já. Það er ágætt. Sjáum, en já, þeir töluðu mikið um hraðan og hraðabreytingarnar. Ari Gylfa í þrist, honum leiðist þetta ekki. Nei, hann vill fá þetta skot. Já, en okkur leiðist það svo sem heldur ekki þegar hann klikkar, en því miður hefur hann nú átt stórleiki á móti í það. Já, hann líður vel á móti gulu, það er bara þannig. Svo er Markus með boltan út á kantinum, finnur Ármann og Björn. Björn feikar Ara og fer síðan upp í skotið. Hittir ekki, Jón með gott sóknarfrákast. Kemur honum inn á Markus sem að kemst inn að körfunni. Já, fyrirgefiði, þetta var nú ekki réttu megin hjá mér. Hérna megin átt að vera, ég ætla ekki að fara að gefa þér neitt. En eins og með eiginlega að sko vörnin okkar er búin að vera svona nokkuð stabíl þó hefur verið að fá okkar 100 stig í einhverjum leikum. Það var vörnin verið svona yfir höfuð ágætt en það er sóknuleikur sem hefur verið höfuðverkun okkar. Já. Já, það hefur, við heldum sem með 2 leiki yfir 80 stig sem er enga megin og gott, sérstaklega ef þú leifir liðum alltaf að fara yfir 80 stigin að þá áttu bara ekki séns. Þetta er einfalt reikningsdæmi, fyrsti þristurinn hjá Markus, vel af, Fallir farar heill þarna. Það var alltaf búinn að taka þetta skot. Akkurat. Kemur Hlynur, hann fer út af. Svona aðeins mistak liði núna en það er svo sem eðlilegt. Það er leikurinn rétt að byrja og mikið undir. Já. Það er kannski rétt að Markus reynir að keyra inn. Nær að halda boltanum. Ármann, Ómar á ferðinni í layup, hittir ekki. Jón Orri með frábært frákast aftur. Honum. Þetta er leikurinn hans Jóns. Já. Markus í trafík, frábær hreyfing þarna. Flottur snúningur upp í skotið. Þetta er mikill skorari. Var það í sín síðustu 2 ár í háskólaboltanum úti. Stiga hæstur í sínu liði ef ég veit ekki betur. Já, og valinn í annað úrvalslið deildarinnar og
Í fyrsta úrvalsliðinu var hann Elvar Friðriksson. Akkurat, þær voru að spila í sömu deild. Og hann gaf hann bara gott orð og þetta er vist mikill íþróttamaður og við höfum svo séð frá þessum fyrstu 3 dögum sem við höfum kynnst honum að hann er það klárlega. Já, og en auðvitað gefum við mönnum, hann náttúrulega hefur ekki sjálfsagt spilað mikinn körfubolta síðan. Ármann upp í þristinn, Ármann setur hann! Ekkert nema net. Þetta er hann Ármann. Já. Þegar hann er on, þá er hann svo sannarlega on. Já. En að samaskapi, með svona góða skiptur ofta, þá þeir líka off þegar þeir eru off. En það er eitt sem er jákvætt, hann er aldrei hræddur við að skjóta. Hér skorar Charles. Hann þekkir skotið sitt, hann veit að hann klúrar ekki mörgum í röð oft. Já. Markus fær hérna hindrun frá Ómari, fer í annan þrist hérna og þess er honni! Já. Eins og við segjum, fall er farar heill. Þetta segjum við oft í bumbuboltanum að ef að fyrsta skotið er á hringinn, þá verður þetta ekki góð æfing. Nei. Þannig að Magic Hlynur með frábæran stróku hérna með vinstri. Og Markus aftur í þrist. Þetta hefði mátt hefði kveikt vel í honum, held ég. Ómar með góða baráttu hana, fínvilla náði að hindra körfu en auðvitað er alltaf, hér kemur Sigurður Rúnar inn á. Ómar fær hvíldina. Já. Flottur leikur Ómar. Já. Ómar náttúrulega er að komast hægt og rólega í stand, lendi náttúrulega í mjög erfiðum meiðslum síðasta vetur sem að urðu til þess að hann svona, já, setti skóna upp í skáp, verður ekki að segja það. Hann lagði það ekki á hilluna en hann þurfti að taka sér góða pásu og pásur geta reynsmönnum erfiðar. Já, algjörlega. Hérna kemur Markus, Ari og Villa dæmd á Ara. En hérna auðvitað er alltaf svo sem mælikvarðinn á þessa erlendu leikmenn sem að margir, sérstaklega þjálfarar auðvitað, vilja setja á þá og að það er spilaðir vörn. Já. En Markus er augljóslega Björn, með flott sending hérna hjá Markus, finna Björn, en Björn nær ekki að setja þristinn. Hlynur, maður þekkir hann ekki með svona opbóðslega stutt hár. Nei, nákvæmlega. Já, gott skot en ekki í hjá Charles. Spílmann, Björn á ferðinni, finnur Markus. Þá eru þeir að bjóða sig báðir í hindrun, Siggi Rúnar og Jón. Markus finnur Ármann út í horninu, fer beint upp í þrist, nálægt í, góð, vel gert hjá Sigga hérna, bjóð sér til pláss. Björn í þrist, hittir ekki. Og Charles upp í þristinn, hittir ekki. Björn tekur frákastið. Það er eitthvað stopp á skorinu núna. Já, þetta fór nú rætt á stað. Já. En Markus, já, það er allt galoppi fyrir hann. Finnur Jón, hann út í hornið á Ármann með annan þrist, hittir ekki núna heldur. Barótta hann á milli FSU-manna frákastið. Listileg sending hjá Markus hann. Spurning hvort hann hefði nú bara getað farið alla leið sjálfur. Já. En óeigingjarn, Hlynur í opinn þrist. Markus var nú fullangt frá honum hann. Of course, if you're watching us from the United States and friends of Markus or family, we welcome you to this broadcast. We will be broadcasting every game, every home game, so you can follow it here. Vona að þetta hafi verið fyrir einhvern, þessi stutta ræða mín á útlensku. Já, annars bara látum við einhvern horfa á þetta bara á YouTube. Já, akkurat. Já, ég allavega, maður vonar að linkurinn fari sem víðast og það er svo sem erfitt fyrir okkur að sjá hvaðan fólk er að horfa, en það eru 34 akkurat núna og er stöðug aukning. Já, staðan 14-12 þegar fyrsta leikliðið tekið. Var þetta leikliðið eða FSU? Ég tók bara ekki eftir því. Tók ekki eftir þess. En
þessi leikur fer nokkuð fjörlega á stað en hérna svo sem ekki stífar varnir. Nei. En skorið samt hefur aðeins, það var hægst á því og það er spurning hverjir eru stigahæstir, ertu með það fyrir okkur? Já, Markus er búinn að setja 9 stig fyrir Skagamenn og er stigahæstur í okkur á meðan að Charles er stigahæstur hjá FSU með 7 stig. Já, Markus, þetta er allavega þessi byrjun lofa góðu en ég er nokkuð viss að stefnir í hörku spennandi leik. Já, ég er mikill heiður í húfi hérna. Algjörlega. Að vera ekki eina stigalausa liði. Ok, hér eru konur inn á Jóhannes Valur, Markus upp í þrist, hann er stuttur, Jón Frímanns með frákast og Jón Frímannsson er einmitt kominn inn á líka en þarna var nú bara skotklukkan sem að flautaði á þá en boltinn var löngu farinn úr höndunum á Markus. Já, þetta smá mistök á ritaraborðinu, það geti gerst á bestu bæjum. Já, ég er ekki klár á því hvernig þetta fór. Já, nú er tækjabúnaðurinn orðinn svo flókin að það þarf 2 menni að endurstilla skotklukuna. En það kemur skipting hjá FSU. Hilmir Æ. Ómarsson er kominn inn á fyrir Ara Gylfason. Einnig er hann Sveinn H. Gunnarsson kominn inn á númer 5. Við reynum að fylgjast með þessu eins og við getum. Gengur eitthvað illa að nú er náttúrulega okkar aðal maður á klukkunni ekki á svæðinu. Hann er í afmæli í dag og löglega ásakaður. Já. Og óskum honum að sjálfsögðu til hamingju með daginn ef hann er að horfa. Já. Ég held að máli snýst það að það er skotklukkan, þeir get ekki sett hann á stað, hún er stilt við leikklukkuna þegar hún stoppar svona. En það er hægt að fara inn í eitthvað menjú. Sko, sérðu, okkar maður Axel Elvarsson reddar þessu. Tölvulæsir þessir unglingar. Já, Axel er allt múlíkt mann, það er bara þannig. Já, Jóhannes með innkastið, finnur Markus. Og Markus ætlar að finna hérna Jón Frímanns. Hann á Sigurð, 4 sekúndur eftir skotklukkunni. Sigurður skilar þessu. Ég ætla bara að láta vaða og segja, akkur treður hann þessu. Ég held að hann hafi verið að hugsa það sjálfur. Já, en jæja. Hér er Charles og já, Sigurður var sennilega hérna dæmdur innan ringbóans. Já, hann stóð beinn en hann var bara á sinn. En Charles þarf að hafa fyrir hlutunum. Þeir ætla að láta hann finna fyrir sér stórumennir hjá IA. Já, skilar þessu niður. Og sérna er Guðjóni líka minka munin aftur í 2 stig. Það kemur Hlynur hérna langt út á móti. Jóhannes, Siggi, Ármann, Markus tekur Hlyn á upp að körfunni, skilar þessu niður. Já, hann verðist vera nokkuð lunginn að finna leiðir að körfunni. Já, og bara er líka svo snöggur, það er erfitt að eiga við það með. Já, hér er það Sveinn. Inn á Charles, þeir leita mikið að honum. Hann keyrir inn að körfunni, Sigur Rúnar, hann ætlar ekkert að gefa honum neitt. Hefur 5 vitur að gefa, það er alltaf að nota þær. Já, já. En þetta er fínt að hann er ekki að klára hreyfinguna. Þá kemur Andri Jökulsson inn á fyrir IA. Í staðan fyrir Ármann. Ármann byrjaði þarna á að setja þrist en síðan er hann búinn að klikka á 2. En Charles enn einu svona vítalínni, setur fyrra víti niður. 18-15, 1:40 eftir. Klikkar, Jóhannes með frákastið. Kemur Markus.
Hann finnur Andra, Jón Frímanns fær hann niður á póstinum, finnur Andra aftur, Andri í vandræðum. Missir hann frá sér þarna og Chelsea hraðaplaupi, Siggi Rúnar, núna verður hann að passa sig. Sveinn á hlinn og Markus, já, þarna sáum við smá varnartilburði og Charles skorar. Einstigsleikur. Einstigsleikur. Jóhannes, hann galopinn, setur þristin upp, hittir ekki. Vantar fleiri inn í fráköst. Þarna, Jóhannes, þetta var harfið til hann að skjóta hana, það var nógan tíma. Taka þetta á skot. Linur, spjaldi niður, þetta fagmannlega gert og FSU komið í forystu. Markus kemur aftur núna á ferðinni, fær touch. Hjá Hlini. Þetta nú sennilega, nei, þetta hann hefur metið þetta sem svo að þetta væri í skotreifingunni, þannig að Markus fer á vítalínuna í fyrsta sinn á íslenskri grund. Já. Stór stund. Já. Jafnar metið 19-19. Og seinna vitið fínpúsað. Það er gaman á Jóni Frímannsinni að hann er alltaf á fullu. Ég held þessi óþolandi að spila mót honum. Já. Spilar stíft og hann er ekki það sem við myndum kalla hefðbundin stórleikmaður. Nei. Maður hefur oft séð að lið veit ekki alveg hvernig eiga við hann. Magic þarna og sjáðu Jón, frábær barátta hjá Jóni Frímanns. Markus á ferðinni, finnur Jóhannes og hann skilar þessu niður. Frábær sending hérna, hann er greinilega líka með auga fyrir samherjónum, Markus Djúpberg. Eitt skot eftir. 2 sekúndur og vel gert hjá Sveini. Sveinn Gunnarsson minnka munin í 1 stig hérna á loka sekundu, fyrsta leikluta, staðan 22-21. Ía búið að leiða megnið af þessum fjórðungi en FSU náði þó örlítið að klóra sér tilbaka þarna og komast yfir í eina sókn eða svo. Já. En fínn leikur, skemmtilegur og margt framöndan hérna í kvöld, þannig að ég skulle biðja fólk að fara ekki neitt. Við hérna svo sem tökum okkur smávegis pásu á meðan að leikmenn ráða ráðu sínum með þjálfurum. Já, annar leikluti að fara af stað. Staðan 22-21 fyrir Ía og Markus Djúpberg kemur upp með boltan. Markus nú þegar kominn með 13 stig. Andri Jökulsson með þrist, hittir ekki. Þetta skot svipaði mjög til fyrsta skotsins hjá Markus Djúpberg. Og með við hvernig honum gekk eftir það þá hérna held ég að Andri geti bara verið bjartsýnn. Því að eins og við veitum þá okkur tíðrættum hér fallir fararheill. En það er samanlið áfram inn á hjá Ía og mér sýnist bara hjá báðum liðum. Nei, Ari Gylfason kominn inn á fyrir Hilmi sem að fekk nokkra mínútur undir lok leiklutans og eins Charles Spielmann farin út af og Florian Jóhanov kominn inn á. Eða það Maciek Kilmasenski. Fyrir hlinu með boltan, Sveinn. Ari
Jón Frímanns á honum, Siggi Rúnar til varnar á móti Maciek sem að skilar þessu niður. Kemur FSU við 23-22. Markus finnur Jóhannes og Jón Frímanns. Hann vantar hreyfingu núna. Markus gefur honum hana. Þetta var villu lykt af þessu. Jóhannes með gott frákast og skilar þessu niður. Já, þetta var allavega leit furðulega út. Svo vægt sér til orða tekið. Þá kemur Flórian, hittir ekki. Skaginn með frákast, það vildi nú eitthvað fá fyrir sinn snúð þarna. Fekk ekki, Markus keyrir inn. Andri býður sig og fer aftur upp í þrist. Aðeins og langur, Jón Frímanns með frákast. Finnur Markus, fer upp í þrist. Af, Jóhannes með frákast. Fín, Jóhannes með tæpa sendingu þarna og Hlynur nær ekki. Valdi á boltanum. Já, sóknarfráköstin. Vissulega bæði lið að taka sóknarfráköst en í að þess meira en venjulega. Kannski einmitt liggur þarna vandi þessara liða að hluta til. Jóhannes upp í 2 stiga skot. Jón nær ekki frákastinu. Hlynur finnur Svein. Sveinn upp í opinn þrist. Hittir ekki. Jóhannes með frákastið. Sterkur strákur þarna á ferð. Kemur Dúberi upp með boltan. Jóhannes. Siggi Rúnar býður sig. Láta boltan rúla núna strákar. Andri Jökuls. Fær hérna hindrun frá Jóni Frímanns sem fær svo boltan 8 sekundur á skotklukkunni. Andri myndi pressu frá Sveini. Erfitt skot, hittir ekki. Jón nær frákastinu en ekki að skila þessu niður. Þetta var erfitt sókn. Já, þetta var heikst. Ari Gylfa skilar þessu niður. Hans fyrstu stig það ekki hjá mér. Það ekki rétt hjá mér. 25-24. Það vantar aðeins meiri ákveðni. Hreyfingu og boltarhreyfingu hjá IA núna þessa stundina. Siggi á Andra Jökuls. Andri reynir að finna Markus, finnur hann ekki. Jóhannes, það vantar að einhverju taka skarið, það gerir Jóhannes hérna og í vandræðum og hann fær hann aftur. Já. Undir pressu. Þetta átti að vera svona, það er bara svoleiðis. Teiknað upp í leikliðinu á hann. Hann getur notað þetta í YouTube-myndbandið sitt. Já, þetta er hérna. Þetta verið í hérna háskólaumsóknina. Já, skólalega. Hér kemur Maciek á Sigga. Siggi verður að passa sig, hann komið með 2 villur nú þegar. Já. Ari nær að halda þessu á lífi. Hlynur á stað, fín vörn hjá Markus. Erfitt skot og frábært skot. Það verður bara að segjast eins og er. Hlynur setti þarna niður, gríðarlega erfitt skot með Markus algjörlega í grímunni. En Markus fer bara og fær á sig sóknarvillu. Vel gert hjá Hlini aftur. Jæja. Þá fáum við inn Helga Hrafn Þórólfsson fyrir Markus Dúberi. Strákur sem hefur farið víða. Eins og við höfum komið inn á. Jón Orri Kristjánsson kemur aftur inn á fyrir Sigur Rúnar. Einstigsmunur. Verður þetta saga leiksins? Það er bara liðin skiptast á að hafa einstigs fórustu. Charles kominn inn á einmitt líka. Villa dæmd á Helga. Hann byrjar að stempla sig inn hérna á krafti. Sveinn er þjáður. Fengið hann að högg á mjöðmina. En hann harkar þetta af sér, tekur innkasti sjálfur. Spurning hvort hann setja aftur skrínu Helga. Ég er ekki viss að það. Nei, þá er að koma inn á Jón Þráinsson fyrir FSU. Fyrsta skipti í kvöld. Ari Gylfa með opið skot. Hittir ekki, aðeins og langur. Hvað erum við að dæma hérna? Villa. Með 13. Á Maciek. Fyrir að íta. Ætli hans ekki kallaði Maciek þessi, hann býður alveg upp á það. Maciek. Jó, ég ætla alltaf að gera það. Já. Helgi Hrafn kemur honum yfir miðuna hérna. Finnur góð sendingi honum hérna. Jón Frímanns sem að
böðlast inn að körfunni. Þetta það sem ég að segja. Þú veist ekkert hvernig þú ætti að verjast þessu. Þetta er bara vopn að hafa. Ari, glæsilega gert hjá Ara Gylfasinni. Bara keyrir upp, fær villu og einhver svona undrakarfa. Sá nú ekki ákveð millan var. Ég held að sé Andra. Andra Jökulsson, þá kemur Markus Dúberi aftur inn á og Ármann Vilbergs fyrir Andra og Jóhannes. Jóhannes búinn að eiga fína innkomi hérna. Andri ekki alveg fundið sig þá. Það kemur. Eitt skot, menn það eru klárir í frákast. Já. Ari hefur nú eflaust tekið nokkur 1000 vítaskot á æfingum í gegnum tíðina sem og 3 stiga skot. Helgi, það er trapp. Vel gert hjá Helga, finnur Jón og hann finnur Ármann, en Ármann var ekki nógu opinn hana. Helgi stjórnar núna leiknum eins og Markus á að spila einhvers konar twist. Finnur, góð sending hjá Helga inn á Jón Orra sem að bjóð sér til pláss þarna. Já. 30-30. Þetta er alveg velkomið hingað á Skagan, það er bara svo leiðis. Já. 30-30. Það er hérna Jón með boltan. Ari kemur í gegnum röð á skrínum. Fram í Ármanni. Jón, vel gert. Fín vörn á Jóni. Og þá tekjur sýnist mér Jón Þórðarsson leikhlé. Já, leikhlé á Skaganum. Þá er kannski ekki úr vegi að fara yfir örfáa tölfræði þætti. Stigahæstur með 13 stig hjá IA er Markus Leví Dúberi og Jóhannes Valur er með 6. Ármann Örn með 3. Charles Spílmann með 12 stig fyrir FSU og Hlynur Hreinsson með 7. Ari Gylfa 5. Magic 4. Gaman að kíkja á stóðsendingarna. Markus er þar með flestar ásamt Helgi nýkominn inn á, búinn að jafna með 2. En hjá FSU er Florian með 3 stóðsendingar. Fráköst Jón Frímannsson ásamt Jóhannesi Val með 4 báðir fyrir IA og Florian með 5 hjá FSU. Já, bara flottur leikur á Florian núna fyrstu 15 mínútur. Skotnýtingin er betri en meðaltal tímabilsins hjá IA með 73% í 2 stiga tilraunum en einungis 13% í 3 stiga. Það á vonandi eftir að lagast eftir sem líður á leikinn á meðan að FSU er með 64% í 2 stiga, en það er athyglisvert að IA er búið að taka mun fleiri 3 stiga skot, 15 skot á móti 7. Nákvæmlega. Einhvern tíman hefði þetta verið akkurat öfugt. Og liðin eru samtals 3 af 22 í vítum og það er ekki gæfulegt. Nei. Þá hefst leikurinn á nýju, staðan 30-30. Jón fær skrín hérna frá Magic. Og Magic fær hann síðan undir, það er Siggi Rúnar, hann stekkur upp, Markus tekur frákastið, hann er broti á, villadæmt á Ara Gylfason. Ari er náttúrulega búinn að vera lykilmaður í þessu FSU liði bara eins lengi og elstum en muna. Já. Spilaði auðvitað með liðið með svo KFI tíma. Og yngri landslöfunum líka, það er landsliðsmaður á þessum yngri árum. Enda og frábær sending Jóni og hann er alveg inn í hringnum. Þetta finnst mér skrítindómur. Mér fannst hann vera hann inn í hringbúanum nema hringbúin hættir hennilega þarna svona nálægt körfunni. Ég játa mig sigraðan á reglunum hann. Já, þá er að koma inn á Svavar Stefánsson hjá FSU sem og Björn Steinar Brynjólfsson hjá IA sýnist mér. Já, en það væri gaman að fá hérna álit einhvers dómara á þessu. Já, af því að auðvitað er hringbúin bara teiknaður ákveðið langt, þetta er bara hálfur hringur og þetta var fyrir aftanan. Akkurat. Þannig að við bara játum fáfræðið okkar hér, þannig að við ætlum ekki að véfengja þetta að svo komnu máli. Nei, en þetta var önnur villan á Markus. Charles Spílmann með þrist, hittir ekki, Björn tókur frákastið. Markus Dúberi, hann fer upp í snöggan þrist, beint honni, ekkert nema nett. Og kemur í að aftur yfir 30-33.
Og hér Sveinn, fín vörn hjá Birni og út á Jón. Markus reynir að stela. Það var svona Jón 8 sláttur á hætti boltanum. Kaldur á 2 villum. Já. Það spurningum að lifa skynseminni að ráða. Svavar gefur hérna Ara pikk og Ari upp í eitthvað undraskot. Sigurður Rúnar kasta boltanum frá sér. Vel gert annars hjá Jóni og Ari upp í þrist og bætir allt svakalega fyrir tilraun sína. Þetta flott dómari. Já, þetta Hann hlýtur að fá aðvörun eftir smástund. Ég ímynda mér að það verði eitthvað gefið tiltal á bekkinn. Ármann keyrir inn, Björn upp í þrist. Hann dansar á hringnum. Hann að nálgast. En þarna, svo sem má alveg segja að Markus hafi verið tiltölulega heppinn að þetta var ekki kallað sko. Já. Því að þetta leita alveg samfærandi út. Jón með frábæra vörn á Charles. Og þá kemur Markus og hann upp í snöggan þrist. Þannig að við megum kannski hægja þetta örlítið. Þetta náttúrulega fyrsti leikur, bæði leikmaður og þjálfari að kannski að læra inn á hvað í lagi og hvað ekki. Akkurat. Eins og segi, nei, á hvernig þetta villan dæmt. Það er hver leikur hann á? Það Sigurður Rúnar, já. Hann þá væntanlega að fá sína þriðju villu. Já. Þriðja villan á Sigga. Og já, þá hættir Jón við skiptinguna. Helgi Hrafn var hérna klára að koma inn fyrir Markus. Já, ég held að Markus var að fá þriðju. Já. Og þá örugt. Sveinn á lítalínu kemur FSU einu stíð yfir. Og tvöfaldar forystuna svo. Þá kemur Hlynur Hreinsson aftur inn á fyrir Svein. Björn Steinar þetta Ármann út í horninu, hittir ekki. Sigurður með frákastið. Þeir eru ekki að frákasta neitt sérstaklega vel, gestirnir. Ármann, erfið sendingin á Sigurður Rúnar. Sigurður nær að halda boltanum. Markus, þarna var endun í skotklukkan. Já, þetta er rétt hjá honum held ég. Mistök á borðinu. Þeir gerðu sitt til að hjálpa liðinu þarna. En dómararnir, þeir sjá við þessu. Frumkennt þarna hjá þeim, en allt í góðu. Hér er Hlynur, finnur Ari á Jón. Jón keyrir inn og hann finnur síðan Charles Galopin. Ekkert nema neitt. Munurinn orðinn 4 stig. FSU á fínu rönni núna. Markus. Að koma boltanum á hreyfingu. Hann keyrir hérna inn. Ármann út í horninu. Hittir! Við þurftum þetta. Við þurftum þennan þrist, klárlega. Og Ármann þurfti þennan, hann var búinn að klikka nokkrum í röð. Já, en eins og þú sagðir áðan, hann hættir ekkert. Nei, ég held að sé, þetta er einhver sko, ég veit ekki hvort þetta er fæðingagalli beint í Grindavík. En þetta virðist vera innbyggt sko, að fólk bara hefur svo mikla trú á eigin skot hæfileikum. Heldur betur. Björn Steinar missir boltan mjög klaufalega. Jón, þessi pressa borgaði sig hjá honum. Þeir reyna að trappa en Markus sér við þeim hérna. Björn Steinar réttir Markus boltan. Björn Steinar fær hann aftur upp í langan tvist og hæður hann í. Já, færa sig örlítið nær. Einstigsleikur, ótrúlega satt. Já. Og síðasta mínútan í fyrri hálfleik komin í gang. Já, Jón Orri auglýsir eftir stoppi hjá heimamönnum. Ari finnur Charles, Björn á móti honum, þarna er nú smá mismats. Björn
ítir með honum hérna en Jón upp í þristinn, hittir ekki, boltinn síðan út af. Hvað fáum við hér? Skipting, það er Florian Jovanov sem að kemur inn á fyrir Svavar og Markus tekur innkastið, fær hann svo aftur frá Jón Orra. Hann er að loka sig inni þarna en vel gert hjá honum Björn Steinar. Ármann upp í þristinn, beint upp í þristinn, hittir ekki. En Markus enda með boltan og hann er galopinn, hann setur það upp, hittir ekki, nær eigin frákasti, aftur í þrist, hittir ekki. Þarna hefði mátt vera pínuskynsemi klára hálfleikinn. En þetta var vond auðvitað er þetta freistandi, vill að dæmda Ármann og eflaust víti eða hvað? Nei, það er innkast, engin skotréttur kominn ennþá. Og það er hvað? Leikhlé FSU, hann ætlar að teikna eitthvað upp hérna. Þá á að teikna eitthvað upp. Þeir geta aukið munir hérna í alltaf 4 stig. Hér, þetta hefði maður vilja sjá örlítið meiri skynsemi hérna í þessari síðustu sókn hjá Ía Markus, en auðvitað, ef þú ert svona galopinn, þá er auðvitað fínt að skjóta. Ef hann hefði hitt, þá hefur við ekki sagt neitt. Nei, það er nefnilega akkurat það. Það er kannski bara ekki úr vegi að kíkja aðeins á svona það helsta hingað til. Þeir Markus og Charles halda áfram að vera stiga hæstir í sínum liðum. Markus með 16 og Charles með 14. Ari Gylfa kom með 10 stig hjá FSU og Hlynur er með 7 stig, Ármann Örn með 6 og Jóhannes Valur 6. Björn Steinar 4. Þeir eru frákasta hæstir, Markus með 5 og Florian með 5 hjá FSU og þeir eru einnig líka, þetta hljómaði ástæðanlega. En stóðsendinga hæstir, Markus með 4 stóðsendingar, Florian 3. Hvor í sínu liði. Það verður spennandi að sjá hvað þjálfarar, hvað þeir Karl og Ívan hafa rissað upp hér í leikliðinu. 8,7. Nei, það er víti. Það er bara svoleiðis. Já, Keilan hefur verið, það hafði lítið upp á sig þetta leiklið. Keilan var vitlaus megin. Já. Þannig að hér er Hlynur að fara á vítalínuna. Það leikur 40-38. Og Hlynur skilar hinnu örugglega niður. Sem að Markus tekur þetta og kemur síðan hérna á ferðinni. Ármann út í horninu, upp í þristinn, hittir ekki. Björn með frákastið. Markus! Þessi mátti fara niður maður, jæja. Herðu, æsi spennandi endir á þessum fyrir hálfleik. Staðan 41-38 fyrir gestina. Við lofum bara held ég áframhaldandi spennu í síðara hálfleik. Heldur betur. Herðu, já, við ætlum núna að taka okkur smá breyk ásamt leikmannum þó við förum ekki meint að hitta þá í hálfleik, en þið farið ekki langt, byrjum aftur eftir cirka 10 mínútur. Sjáumst þá.
Það var allt í reiðu hérna fyrir þriðja leiklutan. Já, verið velkomin aftur á IA-TV í samstarfi og Omnis á Akranesi. Framundan vonandi æsispennandi áframhald á þessum leik. Já, við vonum það. FSU 3 stigum yfir í hálfleik og þeir hefja síðari hálfleikinn. Og það eru byrjunarliðin sem að hér Charles skreflikt að þessu. Vel gert hjá honum, fiskavillið hann á Jón Orra. Jón sammálaður, hann... Já, hljóp hann að staða áður en hann byrjaði að dribla, sýndist mér nú. En það opinber stefna í IA-TV að skipta sér ekki að dómgæslunni. Nei. Hversu erfitt sem að það nú. Við viljum nefnilega helst ekki að þeir fara að skipta sér að útsendingunum okkar. Nei, það einmitt, þetta gagnkvæmt. Þetta svona gagnkvæmu skilningur. Hérna, við dómarastéttina. Og Charles skilar þessu niður og þeir eru komnir hérna 5 stigum yfir. Markus, það villa dæmt. Þarna nú spurning með, ég veit við ætlum ekki að ræða dómarana, en nú bara að ræða regluna 9 með þessu óíþróttamannslu villu, ef þú ert ekki að reyna við boltan. Já. Þarna enginn að reyna við boltan. Þannig hvar liggur þessu lína? Það er það sem er velta fyrir mér. Ég er ekki að segja að það ætti að dæma þetta. Nei. Ég hef aldrei skilið almennilega hvernig þessu óíþróttamannslu villu var dæmt. Það var voru 2 mjög sambærilega atvik í síðasta leik. Já. Gegn Breiðabliki, hér Ármann upp í þrist. Beintoni. Við þurftum þennan. Já, en þá voru einmitt annars vegar dæmt óíþróttamannslu villa á einn leikmanni IA sem að stöðvaði hraðasókn. Síðar í leiknum gerist það nákvæmlega sama hinum megin og þá var það bara hrein og bein venjuleg villa. Já. Og maður gerði sér ekki grein fyrir því. Ég gerði mér ekki grein fyrir því þá hver raunverulega ástæða var, en eflaust hefur hún verið einhver. Sveinn með góða hreyfingu. En það líka eitt enn með þessa villu, það svo til dæmis í tveggjadómarakerfi og svo þryggjadómarakerfi. Ég held að sé mjög erfiðar að taka þessi köll í... Björn í þristinn, hittir ekki. Í tveggjadómarareglunni heldur en þryggjadómar. Þannig að þetta er svona... Dómarinn með vorkunum þurfa að taka þessu ákvörðun. Já, Hlynur. Finnur Ara. Þá hérna Florian. Opinn upp í þrist. Þarna er Ómar með hendina mót honum. FSU byrjar þetta vel, en Ómar kominn hérna undir körfuna, fær villuna og skorar. Ef þú fer ekki með hendina í skotinu í vörninni, þá tekur þú bara end one hinum einn. Já, það er óskrifuð regla. Þetta er það sem Ómar er að vinna með núna. Já, vörnin verður að halda betur. Já. Ég held að það sé auðsýnt að við getum ekki leyft FSU að fara mikið yfir 80 stigin, en svo við bara tölfræðilega er það bara of mikið fyrir okkur. Já. Þó við vitum svo sem ekki hvað Markus getur híft stigaskorið mikið upp einn og sér, en Ómar skilar þessu niður. 4 stegmunur. Þá kemur Hlynur með boltan, fær hérna tvöfalda hindrun, svo kemur Sveinn og Ari upp úr hindrununum, hittir ekki. Markus tekur frákastið og leggur af stað, 1-4, hann fer upp í þrist og þessi fór niður. 3 þryggjastæða sóknir röð hjá IA. Já. Það er ekki þetta að skora mikið meira. Ætli Markus sé ætti að vera úr Grindavík. Maður spyr sig. En hann er allavega óhræddur líka við þessa fljótu þrista, jafnvel úr svona hröðum upplöfum. Þannig var hann alltaf bara, það var annarkvort að bíða eða skjóta. Já. Og þú þarft ákveðin level af sjálfstöðstu til að gera nákvæmlega þetta. Þegar liðið þetta er allt ennþá að varnarhelmingi að láta bara vaða. Já. En hér er Florian á vítalínunni, hittir ekki. Nákvæmlega 2 mínútur liðnar. Og síðar að vítið ekki og ný. Jón tekur frákastið. Björn kominn hérna á vinstri kantinn. Og Markus fær hindrun frá Ómari. Björn út í horninu. Þetta er svona full þröngt fyrst mér. Ómar finnur Jón Orra sem að fær mann á bakkið og setur hann niður. Glæsilega gert þarna. Jón beið eftir að fá Ara á bakkið og skilaði þessu onni. Sterkur strákur en Jón. Kemur IA aftur yfir. Flottur kafli núna hjá IA. Skagamenn hafa sett öll 3 vítaskoti sín niður í leiknum. Það er saga til næsta bæjar maður, alla leiðið upp í Borgarnes. Já, vinnur með okkar vítin ekki mörg en... Já, Jón Orri. Heldur 100%.
Og vítanýting hjá FSU er ekki slök, þeir eru með 11 og 9 af 13 búin að taka tölvöld fleiri víti heldur en við. Já, þetta er ólíkt betra en það sem hefur verið hér, það sem af tímabili hjá báðum liðum. Já. Fyrir Sveinn, finnur Florian, Ómar missir hann fræg á sér og brýtur á honum. Já, svo sem skynsamlegt, því Ómar var búinn að missa hann. Og hér kemur Jóhannes inn á fyrir Ómar einmitt. Ómar fær hvíld. Ómar hefur tjáð mér það að hann sé svona þannig sé orðinn þokkalegur af þessum öklameiðslum sem voru að hrjá hann í fyrra, en þráttur að hafa ekki fengið í rauninni neina bót á sínu meini. Nei. Heldur að hafi einfallega bara hvíldinn, en svo er hann bara kominn í þá stöðu einmitt að, eins og hann sagði, að það er bara öklahlífarnar verða að vera góðar og verða að vera á. Já. Frábæri vörn hjá Markus og ætlar enginn að hlaupa með honum. Nei, hann ætlar bara að fara allaveg sjálfur, hittir ekki, fær enga villu. Þetta er skrítið, þetta er mjög skrítið. Þetta er svona með oft litla bakverði þegar að keyra á körfuna. Það er skrítið hvað það er oft. Flott vörn hjá Jóni Orra, en það er dæmd vill á hann. Sko, já. Já, við þekkjum þetta, við erum nú verið með það á nokkra litla bakverðina. En Jón ekki alveg að skilja þetta. Og það er innkast, já, Jón vildi ekki sjá það að það er víti. Markus er eitthvað eftir sig eftir þessa byltu, sýnist mér. En vonandi lætur hann það ekki á sig fá og hristir þetta af sér. Hlynur tekur innkastið. Charles kemst inn að körfunni. Hittir ekki, Ármann slæðir þetta út, Sveinn finnur síðan Florian sem að skilar þessu niður og jafnar metin. Sóknarfrákastinn. 50-50. Já, þau eru eitthvað sem að svoleiðis atriði ráða úrslitum í leikjum. Það er bara svoleiðis. Þá eru skagamenn komnir í sitt típiska flexkerfi, já, dæmt vill á Hlyn eða hvað. Og sennilega haldi Jóhannesi þarna þegar Jóhannes ætlaði að snúa inn. Já, eitthvað klafs, ég sá nú ekki hvað gerðist þarna. Nei, þá kemur Jón Þráinsson aftur inn á fyrir Hlyn. Hlyn er ekki alveg parsáttur. Við veitum ekki nú hvað þessi villa var hjá Hlyn en. Já, allavega fer hann beint út af allir, sé ekki þriðja villan þá. Svo sem Jón reynir að rétta Ármann í boltan en hann kemst ekki til skila. Þá koma leikmenn FSU. Jón fær skrín hérna frá Charles inn að körfunni og setur þetta á henni. Það verður að setja hendin á móti honum hérna. Algjörlega. Og FSU komnir yfir 52-50. Já, Markus á Jóhannes. Ármann keyrir inn, vinstra layup, hittir ekki. Jóhannes enda með boltan, fer beint upp í skotið, hann er fullbráður hérna, en Jón nær frákastinu. Jón Orri, Markus kemur og sækir hann. Baseline jumper, beint onni. 54, 52 52 segið þið. Florian, já, það var vel skotið. Vel gert hjá Florian. Jovanov. Markus er tvöfald á hann. Jón finnur Björn Steinar sem stígur á línuna og það er, hann er svo keyrður niður. Reynslu boltinn Björn Steinar. Hilmir keyrði þarna á hann eftir skotið. Þá kemur Sigur Rúnar inn fyrir Jón Orra Kristjánsson. Tók á að taka allir þessi sóknarfrákastinn á hann. Já. Og þá væntanlega á Ía innkastið. Skulum við ætla. Já, þetta er eftirskot. En keilurnar eru enda báður uppi hann. Já, það væri kannski rétt að taka keilurnar niður. Ungt rittaraborð hjá okkur í dag. Já. Það eru samt 2 skot. En þetta er allt undir kontról hjá hann. Já. Þetta eru... Ef þeir eru með keilurnar uppi þá eiga það að vera uppi. Það er svo leiðis. En ég maður svona veldi fyrir sér að því að það eru 5:27 eftir og að bæði lið að þessar villur hafa kannski bara farið svona fram hjá okkur. Já. En þær hafa verið nokkrar greinilega.
og Björn Steinar fer á línuna og getur jafna metinn fyrir Ía. Fyrir að vitið siglir sína leið. Og Björn setur hitt og hann í líka jafna metinn 54-54. Heldur 100% nýtingunni á vítalínunni hjá Ía. Þá fær Flórian boltan, Jóhannes eftir og Flórian keyrir inn að körfunni, Siggi í hjálpinni og hann stígur, nei, skref dæmt á Svein Gunnarsson. Já, Skaginn getur þá komist yfir á ný og kast, Markus fær hann tiltölu óréttur núna að koma upp með boltan og Markus upp í þrist, hittir ekki, Siggi í baráttunni, næri ekki. Vantar kannski örlítið meiri þolinmæði að láta boltan vinna örlítið áður en við tökum þessi skot. Það hefur hingað til gengið vel. Björn reynir að fiska rauning hérna á Charles, gengur ekki. Engin aðvörun fyrir flopp þó. Þannig að það hefur verið eitthvað í þessu. Sigurður fær boltan, Magic til varnar. Siggi með flotta hreyfingu og skilar þessu. Jóhannes upp í skot, klikkar, tekur frákast sjálfur. Og boltinn endar út af. Já, ég vona að við séum komnir í loftið aftur. Já, við erum komnir í loftið aftur. Við biðjumst velungar þessu. Það bara fraus allt hérna hjá okkur og við vitum ekkert hvað gerðist, en við kiptum því í liðin á gríðarlega stuttum tíma. Já, endaði líka einhver kaldasti dagur ársins í dag. Já, en það var nú ekki mikið sem gerðist í millitíðinni. Staðan er 56-56. 3 mínútur og 55 sekundur eftir að leiknum. Ja, þriðja leikluta fyrir ekki. Já. Hér er Sveinn Gunnarsson með fínar hreyfingu, erfitt samt. Jón með frákastið, Markus kemur upp með boltan, finnur Helga og fín sendingin á Sigurð og hann út á Helga Hrafn sem fer upp í þrist, þessir af, vel af. Já, hann var að taka þetta. Ef að bakvörður tekur ekki svona opið skot þá hefur hann ekkert inn á að gera, myndi ég að segja. Magic, Siggi til varnar, vel gert. 58-56, Helgi með boltan. Finnur Markus sem fer upp í þrist, hittir ekki, þessi var vel af. Það er mikill hraði í þessu. Já. Stuttar sóknir, Jón dettur hérna niður en nær að halda. Siggi til varnar, Magic og hann olbúast alveg svakalega hana. Þetta er sérstakt. Ég sammála því. Hérna kemur Ari Gylfason inn á aftur hjá FSU fyrir Flórian og Siggi kom með 4 villur og Jón Frímanns leysir hann af. Já. Magic á vítalínunni, 2 skot, það er stutt, hann fyrra. Og setna skotið. Það er beint honni. Þriggja stemmunur, 59. Jón Orri fær hann hérna úr innkastinu. Markus, þeir reyna að trappa, gengur ekki. Ármann fer beint í þrist, hittir ekki. Helgi og það er villa dæmt á Svein. Já. Sóknarfrákast til Ía, þetta er jákvætt fyrir Ía. Já, þarna sáðu þeim að þeir voru konið 3, ég ætlaði að reyna að trappa. Markus, það þýtti að Ármann var galopinn og það þýtti að Helgi var galopinn undir körfunni líka. Já. Og þurfti ekki mikið að hafa fyrir þessu frákasti. En Helgi tekur víti vel stuttur. Og ef ég man rétt að þegar hann spilaði hérna fyrir nokkur mánuð síðan, ég man nú ekki hvort það var með Ármanni eða hvað var hitliðið sem hún nefndir? Augnablik á hérna upp á Jaðarsbökkum að það átti hann stórleik
ef ég man rétt, í sigurleik Augnabliks. Já, þetta var leikur sem að við leidum held ég 41-13 eftir fyrsta leikluta. Já, og ég man ekki betur en að Helgi hafa áttu reynilega ótrúlegan leik og lykilmaður í sigri Augnabliks í þeim leik. Já. Og ég man það, ég var nú í leikmannahópi á þeim tíma og það sveið mjög það tap. En FSU komið 3 stigum yfir og geta bætt einu við. Já, Matsvík skilar þessu niður, vítanýtingin áfram, góð. Jón Orri, þetta var tæft, Markus og þeir reyna að loka hann af, þá er þeir 3 á 1 Helgi á Jón Frímann sem að skilar þessu niður. Þetta er eins og maður segir, á móti pressu, ef þú brýtur hana þá keyrir á körfuna, það er bara svoleiðis. Charles, þetta er bara sóknarbrot, vel gert hjá Jóni. Fær hann hana beint á grillið. Það þurrkar gólfið eftir þetta. Það er nokkuð ljóst. Já, þetta var kraftmikið. Einhverjir hefðu nú kvenkað sér eftir svona ákeyrslu. Ekki Jón Orri. Nei, en það er kannski ágætlega Brynjaður. Já, það er létt að hitta hann. Já, og Markus, þarna var á laugamörkunum. Langur tvistur. Þetta eru full erfið skot finnst mér. Jón Orri með frábæra baráttu. Jafna leikinn. Sóknar frákost. Vítaskot að auki maður. Já. Jafnar metin 61-61. Ef Jón Orri væri flensa þá væri þetta sennilega mest smitandi flensa sem bara við sögum fara á. Já, ég held að það er... Hann smittar mjög mikið út á sér. Já, þar fór 100% nýtingin. En leikurinn, já. Jón Matsvík er mikið að biðja bolta núna hann undir og Jón til varnar og fín vörn hjá Jóni en gott hlaup hjá Ara. Vel tímasett. Hann glemdi Andri þegar hans að horfa á leikinn en ekki fylgjast með manninu sinum. Já, Markus fær hindrunina frá Jóni, Andri, Helgi, finnur engan, Andri. Góð vörn hjá FSU núna. Já, mjög fín, fýttalandi, Markus með Ara Gylf og frábært hlaup hjá Helga, næri ekki að skila þessu. Já. Jón kemur upp með boltan, enn er Magic að biðja hann, en það kemur bara langskott hjá. Já, vel gert Helgi og Markus klárar og jafnar. Veistu að ég held að við séum að fara að horfa hérna á bara fullt af framlengingum. Já, Charles. Nennir því ekki. Já, það verður einhver að allavega setja hendina á móti þarna. Markus einhver að kvenka sér eftir þetta að lenda eitthvað illa hann á hann. Það er ekki gott. Já, býtum við, hvað er nú að gerast? Það er erfitt að segja. Markus, já, hann haltar eitthvað lítið. Megum nú ekki við því að fara að missa annan mann í meiðsli hérna bara. Eitthvað, finnur eitthvað fyrir í kálvanum síns mér. Og hvað erum við með hérna? Það er skiptingar. Já, FSU, Charles fer út af sem og Hilmir. Þetta er ekki Hilmir? Já, ég held að. Bjössi skellir sér í hlutverk hérna sjúkraþjálfarans og tekur Markus í endurhæfingu hérna fyrir aftan bekkinn. Já, hann er vonum að hann sér hreinlega bara að krampast eitthvað. Og Jón Orri biður og fær boltan og réttir Ármanni, fær hann aftur. Jón Orri núna að stjórna sókninni, finnur Ármann keyrir, reynir sendingun á Jón. Gengur ekki. Fimmtíu sekúndur eftir og FSU með boltan og 3 stemmunur, 63-66 fyrir gestan frá Selfossi. Já, þá kemur Hlynur inn á fyrir Svein. Fimmtíu sekúndur eftir að þriðja leikluta. Hlynur kemur boltan upp. Helgi til varnar. Og hér er Jón, finnur Ara sem að keyrir svo inn á körfuna. Mjög skringilegt skot.
Skagamenn að berjast frákastið og missa hann út af. Og hvað nú? Jájá, leikurinn getur þá hafist að nýju. Innkast sem FSU á undir körfunni. Ari kemur á ferðinni gegnum skrínið. Andri nær að fylgja honum. Og Ari að loka en hann nær ekki að klára þetta. Jón slær boltan yfir til Andra. Nú kemur Helgi Hrafn upp með boltan. Þetta er nánast 5 sekúndna munur á skotklukku og leikklukku. Já. Og spurning hversu lengi þeir bíða. Helgi reynir að keyra inn á körfunni og það er brotið. Það er Florian sem að brýtur af sér. Og þá fer Helgi á vítalínuna. Getur minnka muninn í 1 stig. Fyrra vítið, beint ofan í. Og það síðara ekki síður Baranett og það er skipting. Athyglisvert að Ari fær út af í síðustu sókninni. Já, þetta er ákaflega sérstakt, þannig að þeir ætla nú sennilega ekki að fara í einhver Fín vörn í Helga. 6-5 sekundur. Hlynur og Florian kemst í skotið, hittir ekki. 66-65 fyrir FSU. Fyrir loka fjórðunginn. 1 stigs munur. Ég var til í að sjá einhverja tölfræði hversu oft það hefur verið í þessum leik. 1 stigs munur og í aðra hvora áttina. En það var ekki við miklu öðru að búast heldur en svona jöfnum leik. Nei, í rauninni ekki. Eins og staðan er núna þá eru liðin að stefna í sikkvor 8-10 stigin eða svo. Myndum maður ætla sem er nokkurn veginn á pari fyrir FSU en yfir pari eða undir pari, hvort við erum að hugsa þetta í golfinu eða hvernig. Allavega það er kannski ekki úr vegi að fara yfir helstu stigaskorara. Svona fyrst að Jón Karl tölfræðimaður var í mynd. Já, Markus Levi er með 23 stig, vonum að hann er nú komin inn á aftur. Búið að tegja vel á kálvunum á honum. Ármann Örn er með 9 stig og Jón Orri með 7. Björn Steinar og Jóhannes Valur með sikkur 6 stigin. Hjá FSU er það Charles með 21 stig, Ari með 12, Hlynur og Magic með 9 og svo Florian með 7. Hörkuleikur í gangi hérna, 4. leikluta hefjast og það er IA sem að byrjar með boltan. Látum okkur sjá. Gaman að segja úr því að Skagamenn hafa spilað þennan leik á 10 leikmönnum á meðan að FSU hefur spilað á 9. Já. Inn á hjá IA er það í rauninni. Það er hérna Markus, Björn, Ármann, Andri og Sigurður. Hjá FSU er það Hlynur, Florian, Hilmir og Svavar Ingi og Jón. Björn Steinar finnur Andra, hann finnur Ármann, hann finnur Markus og hann finnur svo Sigga sem að reynir. Það eru 4 sekundur á klukkunni, Ármann í þrist og það er beint honni. Flott boltarhefingar náttúrulega að byrja með en var aðeins svo mikið. Ekki átt að enda svona. Nei, þetta var aðeins svo mikið boltarhefing myndum að segja. Skaginn kemst yfir hérna í fyrstu sókninni. Og pallarnir taka við sér, við viljum það. Já, það er flott. Ágætlega mætt í kvöld. Florian með sveifluskot, hittir ekki. Björn kemur með hann. Upp hér. Já. Látum ekki æsingin fara með okkur út í gunnur. Björn. Já, þetta er villa á Svavar. Ekki sammála þessu. Hann sko. Ég er eiginlega sammála Svavari. Já. En dómarinn vildi meina hann hefði notað ekki hendina sem hann blokkaði með heldur hina til að ýta. Einmitt. Og ég er ekki með nógu gott ef ætla að sjá svona mikið í einu. Dómararnir fá borga fyrir að sjá svona hluti. Sko. Við erum ofta að horfa á hendurna sem snerta boltan. Já.
og Björn Steinar. Skilja þessu. Þá IA komið skyndilega 3 stig yfir. Og seinna dettur. 70-66, IA vantar 2 stig til að ná meðaltalinu fyrir tímabilið. Og eitthvað segir mér að við náum því. Þá vilja jinxa eitt en eitt. Svavar og Hilmir gefa hann að skrín. Jón kemur upp og sækir boltan. Já, Hlynur upp í þrist og hann er gríðarlega góð skytta. Siggi í vandræðum hérna, finnur Björn. Nú verða menn að halda áfram bara Þóra. Markus finnur Andra Jökulsson sem fer upp í oflangt skot. Ármann nær frákastinu. Veitu, hann snertir hringinn hérna, dómari. Ármann upp í erfiðan þrist, hittir ekki. Andri slæra niður. Vel gert. En þarna held ég nú að það hefði átt að endur í á skotklukkuna. Já. Reyndar var lítil snerting. Markus upp í langan tvist, langt frá. Verða að fá, já, fín vörn hjá Markus. Og hann finnur Andra aftur fyrir bak, en Andri nær ekki að klára. Og Markus endar á þetta. Er mikið óðagott á þessu núna. 72-69. Já, færa út ykkur vitleysu hérna. Já. Leiðu áhorfendur byrja að klappa, þá fara menn bara í fulla ferð. Já. Já, það er stemming á pöllunum. Hlynur, það reynir Markus þarna, slær að óþörfu. Já, þetta var óþörfu villa. Já. En þetta er þriðja villan hans eða hvað. Held hann hafi, jú, það er rétt. Þannig að hann er ekki í vandræðum ennþá. En það er óþörfu að gefa villunar í svona lögu. Hlynur. Galopin Charles. Siggi reyndar setur hendina á móti en það er ekki nóg. 72-72. Já. Þá kemur Markus upp með boltan og hann fær tvöfalt pikk og hann hleypur inn í Charles. Vel gert hjá Charles aftur á móti. Og Hlynur fagmannlega í spjaldu og niður og það er leikhlé sem að Jón Þór tekur. Og já, skiljanlega eru þeir þjáningabræður Jón og Stefán ekki alveg ánægðir með þetta, þessar síðustu augnablikin hérna í þessum leikluta. Nei, ég skil það. Fór vel á stað en það vantar upp á smá einhverja svona, það vantar einhvern svona herslumun að ná að skynsemi og varnarleikurinn verður að vera betri. Klárlega. Það er að setja meiri pressa á þessar skiptur, nefnilega að það eru margir í þessu FSU-liði sem geta skotið fyrir utan og en ég held að við séum bara að fara að vera hérna á sætisbrúninni. Það er ekkert sem gefur okkur fyrirheitum annað. Nei. Og þó að sé erfiðara fyrir okkur hér að þá er það skemmtilegra held ég fyrir alla hlutaðeigandi. Það er rétt. Og við hugsum hag áhorfenda hér á IATV. En nú reynir á bæði lið, ég meina FSU er 0-7 í deildinu og meina IA er 0-6 og lið sem eru búin að tapa 6 og 7 leikjum í deildinu í röð, þau eru ekki held ég stútfulla sjálfstrausti. Nei. Þannig að fara inn í svona jafnar lokamínútur, það reynir á þau. Það er einhver ríkistefna. Ég skil ekki hvað menn er reyða tíma í að stoppa leikinn í að þjálfararnir sé að væla í dómarunum. Það er bara áfram leikinn, áfram gakk. Já. Ok, Markus kemur þessi í gang. Og þeir setja pressu á hann. Þeir eru núna í einhvers konar svæðispressu og detta segjan í maður á mann vörn. Hérna Markus, Hlynur með stífa vörn á honum. Hann finnur Björn Steinar sem finnur aftur Markus Dúberi og Andri í þrist.
hittir ekki, Jón Orri með sóknarfrákast, Ármann, hann langaði en ákvaða láta skynsemina ráða. Björn, nú er Hlynur á honum og Björn finnur Andra og hann finnur Jón Orra undir og hann skilar þessu niður. 74-74, 6,5 eftir. Já, þetta var fín sók, boltinn látin vinna, þetta er það sem að skilar alla jafna bestum árangri í körfubolta. Heldur betur. Florian, Hlynur og hann finnur Florian, skref. Ha. Villa á 23. Andri. Já, á hvað, ég sá það ekki. Og hér kemur Helgi Hrafn inn á fyrir Björn Steinar. 74-74, 6:07 eftir hér. Og Hlynur fær boltan. Og enn eitt skoti á honum, Florian með gott frákast, en hver á þennan? Og já, FSU dæmdu boltinn. Já, ég held að þetta sé alveg hárrétt. Svona miðað við undanfarin ár og ef við miðum þennan leik við undanfarin ár þá finnst mér eins og hlutverk Hlyns verður orðið tölvöld stærra í FSU liðinu heldur en það var og ekki að ósekju því að hér brýst hann frábærlega í gegn. Lengi vel var nú FSU liðið hans Ara Gylfa en mér finnst það vera orðið svolítið liðið hans Hlyns núna. Helgi Hrafn í þrist, hittir ekki, Andri í baráttunni, nær ekki frákastinu. Þá geta FSU aukimunin, Ari, Jón með fína vörn. Já, Jón. Þetta leit nú ekki vel út. En Ari fekk hérna högg frá Jón Orra. En báðir fagmenn í fæinu og taka þessar stóískri ró. Jón er gæðablóð eins og við vitum og Ari er það líka. Þannig að þeir leysa þetta í mesta bróðerni. En þetta var dæmt villa á Ara fyrir hald. Ari heldur áfram eins og ekkert hafi í skorist hér. Já, ég sagði þetta að Gylfi pappans hérna, hann satt rólegur allan tíman, þannig að strákurinn sagði að fengi þetta högg. Helgi finnur Jón Orra næstu því og síðan er dæmt villa á Helga. Já, það vantar stöðuleika, það koma glæsilega sóknir inn á milli og svo koma svona vandræða sóknir inn á móti. Já. Það vantar þetta stabilitet sem að einkennir góð lið þegar menn finna góða lausnir að halda þeim og halda áfram að hamra á þær. Já, en þetta við náttúrulega erum líka að spila svolítið með nýtt lið í kvöld, þannig að algjörlega. Það er... Hér er Charles Jón með varið skot, frábærlega gert hjá Jón Orri Kristjánssoni. Markus, hann upp í snöggan þrist. Já, ég verð að viðurkenna eins og ég er nú hrifinn af þriggja stiga skotum, þá er þetta bara ekki skynsamlegt. Nei. Í þessari stöðu. Æðislegt eða text. Svo missum við boltan. Þarna sjáum við einkenni á liði sem vantar sjálfstraust. Algjörlega. Og svona leikur, þetta er spurning hvort liðið er brothættara. Já. Það getur ráðist hreinlega á því. En nú verður menn bara Skagamenn að finna kjark. Og hér er Sveit sem var að negla niður einn góðan þrist og Ari upp í þriggja stiga, hittir ekki. Jón Orri með gott frákast. Helgi undir pressu og hann keyrir inn í tóma vitleysu. Florian. Sveit, Ari og Charles biður boltan hérna, hann ætlar á Jón Orra eða hvað, hætti við. Hlynur og hann fær þriggja stiga skot, hittir ekki, hann laut að koma því. Ármann með frákastið. Nú þurfum Skagamenn bara að stilla upp. Helgi, Ármann, já, nú erum við að spila eftir einhverju smá plani. Markus, er það farið að pirra hann fær, honum finnst hann örugglega að fá minna hjá dómarunum en hann telur eiga skilið. Já. En það er hættuleg braut. Hlynur og Charles með tveggja stiga skot langt og það er beint onni. Og það er leiklið sem að Jón Þór tekur, munurinn skyndilega orðinn 7 stig
3 mínútur eftir. Mér líst ekkert á blikuna fyrir hönd okkar manna. Nei, það eru ekki alveg rétt skrúaðir akkar núna þessa Nei. stundina. Eins og við segjum, FSU komnir yfir 80 stigin sem að hefur hingað til í vetur verið of mikið og stór biti fyrir Skagaliðið, en nú eins og við segir, breytt lið, maður veit ekki hversu vel þeir eru í stakk búnir til þess að takast á við þessi erfiðleikar núna á þessum tímapunkti. Akkurat. En stigahæstu menn eru sem fyrr útlendingarnir Marcus Dewberry og Charles. Marcus með 25 stig, Charles 26. Ármann Örn hjá IA með 12, Jón Orri 9, Björn Steinar 8 og Jóhannes Valur 6. Hjá FSU Hlynur með 16 stig, Ari með 12, Sveit með 9 og eins og Magic einnig. Já, vantar ekki mikið upp á 5 menn hjá FSU sem konum með 10 stig eða meira. Nei, Jón Orri hálsbreytt frá tvöfaldri tvennu, vantar 1 stig viðbót, hann hefur komið með 10 frákast eins og Florian hjá FSU. Markus með 6 stóðsendingar og Hlynur með flestar hjá FSU með 4. Það var aðeins breytt lið hjá IA, Björn komin inn á fyrir Helga. Já, Markus finnur Björn, erfið sending þarna og hann finnur Jón Orra. Vantar bara hreyfingu, ekki allir standa fyrir utan þryggjastælínuna og bíða. Björn, Andri Jökulsson finnur Jón Orra, 2 sekúndur á klukkunni, hann verður að klára þetta og það gerir Jón Orri með Flautu Jón. fagmennskuna af vopni. Ég er ekkert viss að vita hvað hann mikið eftir á skotklukkunni, en hann algjörlega... Ef þú spyrði hann þegar hann pottet já. Já, með augu í hnakkanum. Já, þá lifnar hans við stúkan. Sveit finnur Charles og Jón næra að verjast þessu eða hvað. Já, hann verður að snúa við. Hlynur kom með boltan. Markus til varnar. Hlynur og Charles. Hann kemst í opið skot sem að Geigar skæði með frákastið. Ég veist ekki að Jón Orri eitthvað meiddur hann að við fengið högg á læri síns mér. Já, Markus, nú verðum við að fá góð skot. Við verðum að fá góð skot. Ármann upp í þristinn. Hittir ekki, Jón Orri, og það er brotið á honum. Charles brýtur á Jóni, enn 1 sóknarfrákast á Jóni. Nákvæmlega. Hann er eitthvað að kvenka sér núna, en ég efast hann vilji sjá það að fara út að núna. Klárlega andlegu leiðtogi þessa liðs. Heldur betur. Fyrir liðið á Guðsnáð, algjörlega. Markus finnur Jón. Og Markus reynir að opna sig, gengur ekki. Jón Orri með flottar hreyfingar. Og hittir ekki, hann er ekki hættur. Og Sveit langfestu fram. Skorar Eikumunnin aftur í 7 stig. 1 mínúta og 45 sekúndur eftir leiknum. Markus Dewberry, þeir pressa stíft á hann. Andri fær opið skot, þetta er vel af. Það vantar trú á þessi skot hjá sumum. Andri nær ekki að finna sig ennþá. Florian, hún verður að koma einhver geðvik í vörðina. Ari fær galopinn þrist, beint honni og það er bara game over. 10 stiga munur. Þetta var held ég síðasti naglinn sem Ari, og hversu oft hefur það einmitt verið Ari sem að sér það þegar þessi lið hafa ástuð og FSU unnið. Ef þú spyrir mig þá svarar það allt of oft. Já. Og hérna leið tíminn eftir skoruðu körfu og dómararnir er að finna út úr því að það séu 4 sekúndur sem að hafa liðið. Og þannig að bíða að halda dómararnir væntanlega að gefa merki hvenær tíminn á að fara af stað. FSU pressar. Já, 1:13, núna verðum við svo sem að fara að taka sénsa. Markus Ármann keyrir inn, finnur Andra í horninu sem að keyrir svo inn, fær villuna á Charles og fer á vítalínuna.
1 mínútu og 2 sekúndur eftir og 10 stig. Að þetta er körfubolti þá er þetta hægt en þetta er erfitt. Þetta er mjög langsótt. Þetta eru 4 sóknir en þá er mikilvægt að fá þetta niður, minnka þetta niður í þó allavega 3 sóknir. Það er gerlegt. Andri setur seinna vítið niður. 86-77. Skaginn, þeir brjóta ekki, þeir taka sénsinn á því að eða hvað. Já, Andri ákveður að brjóta og það eru 2 víti. Jón Orri reynir að stappa stáli í sínum en þá Flórian fer á vítalínuna og getur held ég endanlega gert út þennan leik. Það er ekki skot. Já. En það eru keilarnir ekki komnir upp á Riddaraborginu, þeir eru með þetta. Hún var reyndar uppi rétt áðan en þeir hafa fellt hana. En rétt skal vera rétt. Já. Og það var svo sem ágætt að þeir áttu villi til að gefa þá væntanlega en spurningum hvað ekki Ari fær sennilega besta vítaskipta þeirra að hann reynir að fiska eitthvað þarna og vel gert hjá Andri Jökulsson kasta boltanum frá okkur og Markus brýtur á hlini. (42,7 sekúndur eftir). Þannig kemur unni sama spurningu á þennu leiknum hvort að nýju reglunar hefði átt að vera þannig. Já. En svo ég held að þessar nýju reglur verði bráðum gamlu reglur. Já. Það er ekkit ólíklegt. Þá er komin inn á hjá FSU leikmaður númer 14 Jörundur Snær og Hlynur misnotar þetta fyrra víti. Jú. 10 stemmunur á ný, kemur Björn Steinar upp og hann ætlar að keyra, nei, Ármann fær þryggjastega tilraunina, setur það niður og verður að stoppa klukkuna! Björn afsakið þetta. Ég var nú að tala við Riddaraborðið, dómarinn hlýtur að hafa séð þetta. Já, hann verður að vera klár á klukkunni en hann er að stíga sín fyrstu skref í þessu starfi, þannig að við erum alveg ákalla skilningsríkir. Sjöstamunur 34 sekundur. Já, Ari og þeir reyna að stela, ná honum ekki, Hlynur, Sveit og hann að feið bara upp í þrist. Þetta er ekki skynsalegt. Þetta er ekki skynsalegt hjá Sveini. Alls ekki, segðu Ármann galopinn, finnur Björn, Markus. Þetta verður að gerast hraðar. Markus fær villuna, hann hefði mátt klára. Tók aðeins svo langan tíma að finna skot þarna. 87-80 og Markus Dúberi á leiðin á vítalínuna. Misnotar fyrra vítið. Seinna víti Gegar einnig og þá væntanlega verður þessum leik bara leift að rúlla út. Ari en þeir pressa stíft þannig að hann get ekki skorað meira og leiktíminn rennur út. 7 stiga sigur FSU gegn IA hér 87-80. Sannarlega vonbrigði eftir spennandi leik lengi framan af að enn einu sinni er það síðustu mínúturnar, nú er það síðasti seinni helmingurinn af fjórða leikluta sem er banabiti Skagamanna. Algjörlega, þetta var eiginlega bara frekar leiðilegt að þetta skildi enda svona. Já. Það var einhvern veginn eins og að vera aðeins meiri kjarkur í FSU-mönnum heldur en í okkar mönnum. Já. Þannig að sigurinn var sanngjarn
þeirra megin. Já, við kannski ættum að fara yfir svona það helsta úr þessum leik. Hjá IA var stigahæstur Markus með 25 stig. Næstur honum var Ármann Örn með 15 stig, 5 af 14 í þriggjastiga. Síðan kemur Jón Orri með 2x2, 11 stig og 11 fráköst. Fínn leikur hjá Jón Orra. Björn Steinar með 8 stig, Jóhannes Valur með 6. Síðan eru þeir með færri stig hérna, Jón Frímanns með 4, Sigur Rúnar með 4, Helgi Hrafn með 3 stig eins og Ómar Örn og Andri Jökulsson með 1. Hjá FSU var stigahæstur Charles Jett með 26 stig. Næstur honum var Hlynur sem átti frábæran leik með 17 stig. Ari Gylfa eins og svo oft með 15 stig. Sveinn Hafsteinn Gunnarsson með 11 stig, mjög góð leikur í honum einnig. Maciek með 9, Florian 7 og Jón Jökull með 2 stig. Nú, það sem er framundan hjá okkur er útsending aftur næsta föstudag hérna á Vesturgötunni þegar að lið Fjölnis kemur í heimsókn. Eitt þriðja mótinu búinn, næstu og 2 þriðju eftir, þannig að við þurfum ekki að örvænta alveg strax. Nei. Það er bara þannig. Það er bara þannig. Hvað getum við sagt þennan leik? Nú var að stíga sín fyrstu skref hérna nýr amerísku leikmaður hjá IA, Markus Dúberi. Fór vel á stað, en maður sá kannski á honum að það vantar upp á leikæfingu og að sjálfsögðu samæfinguna með liðinu. Að gera það og maður vonar náttúrulega að liðið núna sé að fara að spila sig í gang. Já. Það er eiginlega það sem við þurfum að treysta á. Já. Og ég held að Markus sé eftir að vera fín viðbót við þennan hóp. Algjörlega. Og ég held að Helgi er líka til að hjálpa og við erum með reynslu mikið lið þó svo að það kannski líti ekki út fyrir það þegar við erum 0-7. Nei. En já, það er hérna, ég held að það sé alveg augljóst mál að vandamál IA-liðsins er náttúrulega einmitt að smala þessu liði saman, koma liðinu í form eftir áramót ef þetta keyrist almennilega í gang, að líka þegar fyrsti sigurinn kemur. Já, sem að ég veit að leikmenn vildu og þeim dauðlangaði í þennan fyrsta sigur í kvöld. Algjörlega. Eins og okkur öllum, en bara FSU vildi þetta meira. Það var bara þannig og þeir voru bara með meira bensin á tanknum þegar öll þess að komast upp fyrir brekku. Við erum bara stopp í brekkunni, þeir eru komin upp í bíli en hvað er hinum yfir hæðan fyrir þá veit ég ekki en ég þykist vita hvað er það þegar við komumst upp hana, hvað tekum við hjá okkur. Algjörlega. Herðu, við þökkum kærlega fyrir samfylgdina hér í kvöld. Ég heiti Örn Arnarsson, með mig var Hannibal Hauksson. Takk fyrir samveruna, Hannibal, og ég þakka ekki síður Arnari Óðinn Arnþórssoni fyrir myndatökuna hér í kvöld. Næst, eins og ég sagði áðan, á föstudaginn eftir slétta viku koma Fjölnismenn í heimsókn og við verðum að sjálfsögðu á staðnum og vonumst eftir fyrsta sigrinum. Þangað til þá vorum við IA TV í samstarfi við Omnis. Lifið heil!